Jónni Magg, tap í dag, fyrstu hugsanir eftir leik. Við vorum langt frá okkur besta og svolítið svona framhald af síðasta leik í Eyjum að fengum á okkur 5-1 vörn sem við vorum ekki að leysa, ekki frekar en í Eyjum, þannig að það er svona sem að gerir mig frekar svekktan að við höfum ekki náð að leysa og höfðum góðan tíma í það og heldum að við varum klárið en gerist ekki og smitaðist aðeins yfir í vörnina og varnarlega voru ekki nógu góðar en voru miklu betur seinni hálfleik, en svona heilt yfir var þetta bara ekki gott og svekkjandi líka að tapa heimavelli. Þegar 10 mínútur eftir þá gerið áhlaup en náðuð ekki að klára það? Nei, þá kom kraftur og vörnin stóð vel og þá svo sem var það bara kannski 1 dauðafæri, 2 dauðafæri frá þessu á sama tíma Selfoss voru þar bara mér fannst það líka gera vel og börðust vel og einhvern veginn var þetta svona þannig að mér fannst við hefum þurft að hafa verið heppin eða fengið út úr þessu og gerist ekki, þannig að við erum núna, það eru 3 leiki núna sem við erum búin að spila bara virkilega illa og gott eða vont að sé að koma núna pása en allavega verður það, við verum að nýta hana vel til þess að finna aftur okkar identity því að við erum svolítið langt frá reyna. Eru útilöp framöndan hjá stelpunum? Já, við förum ætlum að fara í mentabrekkuna nei, við tökum nokkra dag í pásu en svo bara förum við aftur að æfa vel og þurfum líka svolítið aðeins að bara ekki segja núllstilla en allan þurfum bara aftur að skoða aðeins og finna aftur það að við þurfum að hafa, heldur kannski að það hafi mögulega eitthvað að segja, við þurfum að hafa svolítið meira fyrir þessu, þetta svolítið allt inni voru við fann að vinna leiki og gleyma því að við þurfum að vera 100% öll leikjum, þannig að ég held að það sé svolítið líka það sem við ætlum að reyna að gera núna í pásun. Takk fyrir. Takk fyrir.